Ég ætla hér á þessu fjárfundi að gera ykkur aðeins grein fyrir því samtali sem við í Fortum höfum átt við stjórnvöld á undanförnum vikum og mánuðum. Í þessari seríu þá tókum við síðasta fundin í gær, þannig að ágætis tími núna til þess að fara aðeins yfir stöðuna og reyna að glöggva okkur á því hvert við eigum að stefna þessu. Á þessum fundum höfum við verið að fjalla ýmsa þætti og við getum sagt að bakgrunninn þess að þessi fundasería var sett í gang og það ríkisstjórnin kannski sem hefur svolítið frumkvæði að þessu sem ágætt. Það tengist því að á undanförnum misserum þá hefur togstreita á milli vinnumarkaðar og stjórnvalda farið býsna vaxandi og ljóst að það eru ýmis atvik sem að bæði varðar kjararáð og ákvarðanir launakjör, bæði kjörna fulltrúa og æðstu embættismanna. Það varðar stöðu okkar fólks, bæði á vinnumarkaði en líka bara í samfélaginu sem að við höfum verið ósátt við og snýst ekki síður vinnumarkaðinn sjálfan, menntamálin og síðan í lokin tókum við samtal efnahagsmál. Það hefur verið okkar tilfinning að í allt og ríkum mæli hafi stjórnvöld, óháð því hvað flokkar skipi ríkisstjórn, gengið svolítið á velferðina sem einhverja aðgerð sem að nánast má líka við efnahagslega aðgerð og undir því yfirskini að markmið sé að tryggja efnahagslega stöðugleika. Við höfum gert athugasemd þetta, en ég ætla að byrja því að bara fara yfir það að varðandi málefni kjararáðs á þeim fundi sem haldið var það, þá drógum við sérstaklega fram þessa mynd hérna sem að sýnir launaþróun bæði kjörinna fulltrúa, ráðherra, þingmanna, forsetans, borið saman við bæði lægstu laun, borið saman við launavísitöluna, borið saman við laun stjórnenda á almennum markaði. Alveg sama hvaða viðmiðum við notum í þessu, það er alveg ljóst að kjararáð hefur fylgt ykkur allt annarri launastefnu heldur en það sem er saman við vinnumarkaði. Og það höfum við sagt í stjórnvöld að það er óásættulegt gagnvart okkar fólki. Það verður jafnt yfir alla ganga. Þannig að krafan sem við höfum sett fram annars vegar að það verði að endurskoða ákvarðanir kjararáðs sem hafa verið teknar síðastliðin 2 ár og setja það eitthvað samhengi við launastefnuna á vinnumarkaðinum. En jafnframt verði líka að endurskoða þetta fyrirkomulag ákvarðanir launakjör, kjörna fulltrúa og æðstu embættismanna, þannig að þetta endurtaki sig ekki. Þessi niðurstaða þessa funda var að ríkisstjórnin skipaði starfshóp. Hann mun skila niðurstöðu vonandi í lok þessari viku, þar sem verið að fjalla báða þessa þætti málsins, þar sem bæði það sem komið en jafnframt líka hvað ber að gera á næstu misserum. Eins og ég sagði áðan, þá kjararáðsmálið í þeim farvegi að starfshópur að vinna og hann mun skila niðurstöðu í þessari viku. En við áttum líka samtal við stjórnvöld það sem við höfum kallað félagslegur stöðugleiki, einfaldlega vegna þess að okkur finnst áherslan á efnahagsmál svo mikilvæg sem hún það ekki hægt að einangra hana bara við efnahagsmálin. Það verður líka að horfa til þess að félagsmenn okkar og landsmenn almennt fái að búa við sátt á vinnumarkaði. Og við höfum verið að teikna þessa mynd upp hérna af því að við erum mikið að vitna til Norðurlandana í samhengi bæði samningalíkans sem við höfum þá sagt að móti samningalíkanið þarf að vera þá eitthvað samhengi á milli bæði þá ábyrgðar stjórnvalda á hagstjórninni, í atvinnustefnunni, að tryggja hérna fulla atvinnu, að tryggja hérna réttlátt skattkerfi, sem þetta grundvöllur að norræna samfélagsmódelinu, en að sama skapi þá líka skuldbindi stjórnvalda að sjá til þess að hér ríki þá líka félagslegur stöðugleiki, að afkomutrygginga launafólks í formi atvinnutrygginga, fæðingarorlofs, veikindaréttar, aðgengi að heilbrigðiskerfi, aðgengi að menntakerfi, aðgengi að því að fá virkar vinnumarkaðsaðgerðir ef einhverjar aðstæður á vinnumarkaði, þurfa líka að vera þá í heiðri hafðar að það sé sitt og hliðan á sama pening efnahagslegur og félagslegur stöðugleiki. Og það gengur ekki að þyngja aðra hliðina, því það þarf að vera jafnræði í samræðinni, þannig að mótun efnahagsaðgerða þarf að taka tillit til þess með hvaða hætti þjóðin þarf að bera byrðar af slíkri hagstjórn. Við teljum að undanförnum árum hafi þróunin á þessu leyti verið mjög neikvæð.
það sé verið að lækka hlutfall velferðar í útgjöldum hins opinbera. Þær voru hér fyrir hrun 55% en eru núna undir 52%, eða mest á mælikvarða landsframleiðslu, þá hefur þetta lækkað um 2-3% sem er mjög mikil stærð. Þetta teljum við mjög mikilvægt að sporna við og undirbyggja meiri sátt í samfélaginu. Við höfum sagt, getum við ekki nota hagvöxt næstu ára til þess að efla velferðina. Ef til dæmis að við sáttum þá að nota segjum 2/3 af tekjuauka ríkissjóðs vegna hagvaxtar í velferð, þá gætum við endurist þetta hlutfall, komið því aftur í 56% eða hækka þá hlutfall að landsframleiðslu aftur í þetta 23-24 eins og það var hér fyrir hrun. Ég held að með þessum hætti mætti taka á mjög mörgum erfiðum málum. Þetta einhverjir 30-50-40 milljarðar á ári á nýjum útgjöldum sem hefði hægt að koma það fyrir í okkar mennta, heilbrigðis, félags- og tekjutilfærslukerfi og gert fólki lífið miklu auðveldara og skapað miklu meiri sátt í samfélaginu og eru stjórnvöld til í svona samstarf. Þetta eru spurningar sem við varpað fram og kallað eftir viðbrögðum. Það sem við höfum verið að leggja áherslu á Alþýðusambandið í aðdraganda kosninga núna í 2 ára í röð, það eru húsnæðismálin, unga fólkið okkar sem kemst ekki að heiman, tekjulága fólkið okkar sem hefur ekki húsnæðisöryggi, er að borga allt og hátt hluta tekna sína í leigu. Við höfum viljað fá 1000 íbúðir á ári í almenna leiguíbúðakerfinu en ekki bara það 600 sem eru í dag. Og við höfum líka kallað eftir því að Íbúðalánasjóður megi veita lán til fyrirtækja eða stofnana sem eru að leigja út án hagnaðarsjónarmiða, þannig að sé auðveldara að byggja upp slík kerfi, það má ekki í dag. Við höfum kallað eftir að efla húsnæðis- og vaxtabótakerfin, það er búið að skerða þau tilfinnanlega, meira að segja nýja húsnæðisbótakerfi sem ennum ekki með ársgamall þegar komið í skerðingafasa, við viljum fá nýtt lánakerfi og við höfum viljað endurskilgreina vísitölu neysluverð og taka húsnæðisliðinn út úr henni. Þetta er til það sem við settum fram þegar 2015 og gengur illa að fá stjórnmál til að samþykkja. Í heilbrigðismálum er mjög mikilvægt að menn átti svo að því að það er ennþá þannig að sjúklingar greiða allt of mikið fyrir heilbrigðisþjónustu, bæði og margir þurfa að neita sér að leita til læknis eða geta keypt lyf og þetta sem bæði við lyfjakostnað og varðandi gjaldtöku í kerfinu. Þetta eru atriði sem skipta mjög miklu máli. Varðandi aldraða og lífeyrisþega þá er mjög mikilvægt að ljúka endurskoðun almannatrygginga gagnvart öryrkjum og koma upp starfsgetumatinu til þess að gefa fólki tækifæri til þess að komast aftur til starfa. En það er líka mjög mikilvægt að menn horfast í augu við það að öldrunarþjónustan, hjúkrunarheimilin, í einhverju algjöru skotilíki, biðlistarnir eru mjög langir og það er verið að leggja allt of litla fjármuni í uppbyggingu í þessu kerfi. Þar til viðbótar er alveg ljóst að mjög margir aldraðir hafa ekki getu eða tekjur til þess að standast leigu á almennum markaði, þeir sem ekki eiga því í húsnæði. Þess vegna er mjög mikilvægt að huga því að byggja upp almennar íbúðir, leiguíbúðir með stofnstyrkjum fyrir aldraða líkt og vera að gerast fyrir skjólstæðinga sveitarfélaganna og fyrir okkar félag á vinnumarkaðnum. Alþýðusambandið gaf út í haust skýrslu þróun skattkerfisins og þar eru að dregið saman miklu óréttlæti sem í þróun skattkerfisins. Það er nauðsynlegt að endurskoða það og auka jöfnunarhlutverkið en á sama tíma að það dregið úr skattbyrði lág- og millitekjufólks. Alveg ljóst að síðastliðin 20 ár þá hefur skattbyrðin aukist mest hjá þeim tekjulægstu og það gerist í formi þess að það er búið að skerða eða frysta skattleysismörkin. Skattleysismörkin fylgja vísitölu neysluverðs en ekki launavísitölu eins og evrumörkin gera. Og þarna munar til dæmis bara þessu ári einhverjum 70.000 á ári hvað þeir tekjuhærri komast betur frá kerfinu en þeir tekjuhærri. Þannig að krafan okkar er að tengja persónuafslátt launavísitölu en ekki vísitölu neysluverðs. Það sama má segja barnabótakerfi, það er líka búið að skerða það verulega mikið þannig og þetta bitnar fyrst og fremst á ungu fólki sem að bæta við börnum. Ef við síðan tökum þetta hugtak félagsleg velferð og félagslegan stöðugleika og færum það yfir á vinnumarkaðinn,
þá alveg ljóst að þróun þeirra réttinda sem við höfum komið fyrir í samstarfi við stjórnvöld, í atvinnuleysistryggingasjóði, í fæðingarorlofssjóði eða réttindi við gjaldþrot fyrirtækja, þá það bara mjög sláandi að sjá það og við höfum sagt það mjög mikilvægt að ríkisstjórnin setji í forgang annars vegar baráttuna gegn svartri atvinnustarfsemi og undirboðum að flýta umræðu og afgreiðslu laga keðjuábyrgð á vinnumarkaði. En við höfum líka sagt að það verði að treysta og efla þessi réttindi sem okkar fólk býr við og þarf að búa við vegna atvinnuleysis, vegna fæðingarorlofs eða gjaldþrot fyrirtækja og gera þolendum í fjórðu iðnbyltingarinnar kleift að endurmennta sig til annarra starfa. Við viljum halda því fram að framlína þeirra baráttu líki hjá þeim sem að minnstu menntun hafa. Ef við skoðum bara þróun atvinnuleysisbóta, hér erum við að skoða þetta frá 1998 síðastliðin 20 ár, þá sjáum við að atvinnuleysisbætur sem hlutfall af lægstu launum hafa aldrei verið eins lágar eins og eru í dag. Það var til mjög langs tíma frá 1956 til 1994, það voru atvinnuleysisbætur einfaldlega tengdar kjarasamningum Verkamannasambandsins eða í dag Starfsgreinasambandsins. Í dag þetta komið niður í 76% af lægstu launum í landinu og aldrei verið eins lágt. Það sama getum við sagt fæðingarorlof. Þegar við fórum að stað með þetta kerfi, þá var hámarksgreiðslur í fæðingarorlofi voru stiltar af svona nokkurn veginn í efri fjórðungi tekna. Í dag þetta komið niður í 60-65% af meðaltekjum hámarkið. Það þýðir að meðaltekjufólki að fá allt og lítið í greiðslur. Og þetta mikið ágefni sem þetta bitnar alveg rosalega illa á ungu fólki sem að stækka sína fjölskyldu. Það sama getur síðan líka sagt ábyrgðasjóð launa. Til mjög langs tíma voru hámarksgreiðslur í ábyrgðasjóð launa miðað við þrefaldar atvinnuleysisbætur. Það væri í dag ykkur 650.000 ríflega, en eru 385.000. Og 380.000 svo langt frá ykkur veruleika að þetta komið niður undir 50% af meðaltekjum. Það þýðir að fólki okkar sem lendir í gjaldþroti fyrirtækja, sem það fullkomlega hefur ekkert með að gera, að fá helming sinna tekna bætta á hálfu þessa sjóðs. Og þetta eru atriði sem við höfum sett á oddinn. Þetta eru áunnur réttindi okkar félagsmanna. Það mjög mikilvægt að bóta þessu. Sérstaklega vegna þess að bara sem dæmi ábyrgðasjóð launa skilaði 200 milljónum í hagnaði síðasta ári. Atvinnuleysistryggingasjóður skilaði hagnaði sem var tæplega 8 milljarðar á síðasta ári. En reyndari fæðingarorlofssjóður illa staddur hann rekinn með milljarðs halla. Þarna teljum við að það hægt að stilla þessi gjöld af og þau eiga miðað við þau stöðuna sem var uppi fyrir hrun 2008-2009, þá ættu þessi gjöld að standa undir því að færa réttindin til þess horfs sem var áður. Þannig að þetta ekki spurning skort á iðgjaldi, þetta spurning það ríkissjóður hætti að nota hagnað af þessum sjóðum til þess að ná markmiði sínum afkomu hjá ríkissjóði. Þannig að þarna dæmi það hvernig verið að leggja byrðar á hagstjórninni á herðar þeirra sem atvinnulausir, á herðar ungs fólks sem að stækjast með fjölskyldu eða herðar þeirra sem lenda í gjaldþroti fyrirtækja. Í menntamálum þá höfum við sett fram mjög skýr markmiðin að það þurfa að auka þekkingu og færni á vinnumarkaði. Við erum að reyna að beisla og nýta okkar fræðslusjóði, við höfum aukið framlög í fræðslusjóðana til þess að gera okkar fólki betur kleift að sækja sér menntun. Það ljóst að það ennþá tæplega 50.000 manns á vinnumarkaði sem ekki hefur lokið formlegri menntun á framhaldsskólastigi og á sama tíma erum við að reyna að undirbúa þessa hópa til að mæta fjórðu iðnbyltingunni og við höfum sagt í stjórnvöld það bara einfaldlega komið að því að það þarf að móta einhverja langtímastefnu í mennta- og atvinnumálum en að sama skapi verður líka þá að horfa á fjármögnun þessara menntunar og fjármögnun verður að styðja við þessi markmið. Og ef við horfum bara þróunina síðan 2013 á síðastliðnum 5 árum þá búið að auka framlög til framhaldsskólana 51%, það búið að auka framlög til háskóla 62%, en það búið að skerða framlög til framhalds- og vinnumarkafræðslunnar 10% á sama tíma. Þetta gerist á þeim tíma að ríkissjóður eða fjármálaráðuneytið hefur gert kjarasamninga laun kennara, framhaldsskólakennara og háskólakennara
sem að eru ykkurstórabilinu 40–45% hækkun. Og þetta hefur ekki skilað sér í auknu framlögum til framhalds- og vinnumarkaðsfræðslunnar, en hefur auðvitað verið skilað sér inn í þá skóla sem ríkið stendur á að reka. Og þarna sjáum við bara ójafnræðið á milli þeirra menntunar sem okkar fólki stendur til boða og þess að fara í hið formlega skólakerfi. Í gær tókum við síðan síðasta fundinn og þá vorum við að ræða hagstjórn og efnahagsmál og við höfum reynt að halda því á lofti líkt og þekkist hjá fröndum okkar á Norðurlöndunum að ef að hagstjórn á að vera skilvirk, ef við ætlum að ná því að sigla þessu þjóðfélagi áfram á skilyrðum bæði efnahagslegs og félagslegs stöðugleika, þá er alveg ljóst að það hafa að horfa til þess með hvaða hætti verkaskiptingin í hagstjórninni er. Þið vitið af því að það er verið að kalla eftir því að vinnumarkaðurinn gerir kjarasamninga á grundvelli þess hvað þetta er skiptana í okkar hagkerfi. Við höfum á móti kallað eftir því hvernig ætlar ríkisstjórn og Seðlabanki að skipta með sér verkefnunum, hver ber ábyrgð á hverju í hagstjórninni, en til þess að þetta gangi upp, þá verða allir þrír liðirnir að ganga upp. Við fáum að heyra það núna að laun hafi hækkað allt of mikið á Íslandi undanförnum árum. Ef við skoðum launaþróun eða raunlaunaþróun á undanförnum 2 áratugum og berum það sama við framleiðni í hagkerfinu, þá er alveg ljóst að það hefur hér á landi verið svona sæmilegt samhengi milli kaupmáttarþróunar og framleiðni. Það samhengi rofnaði í hruninu þegar að raunlaun lækkuðu tiltölulega, eins og við munum 2008–2009. Við höfum síðan verið að byggja kaupmátt aftur og við höfum komið þessu samhengi aftur, þannig að það er búið að loka þessu gati sem myndast eftir hrun. Það var markmið okkar í aukaaðlýsingunni að við ætluðum að gera þetta og við gerðum þetta. Hlutfall launa að landsframleiðslu er komið aftur í það núna að vera í samræmi við það sem það var áður. Við getum þess að velta fyrir okkur að það er víða í atvinnulífinu, sérstaklega í útflutningsgeiranum, erfið staða. Hérna hefur reynt að draga það sem heitir raungengi. Það heitir þá samkeppnisstaða atvinnulífsins, bæði á mælikvarða verðlags, það er bláa línan hérna í þessu fleti, eða á mælikvarða launa og þá er verið að skoða launahækkanir hér á landi voru saman við launahækkanir í samkeppnislöndum. Það er engin launung á því að raungengið er í dag býsna hátt. Það er álíka hátt og það var 2007 og ég þarf ekki að minna það að það fór svo sem ekki sérstaklega vel þá. En það sem ég hef líka sagt er það að það getur vel verið að launahækkanir hér hafi verið meiri en í nágrannalöndum. Það var vegna þess að það var svigrúm vegna framleiðni til að gera það. Hlutfall launa að landsframleiðslu lækkaði mikið í hruninu. Það var verkefni að vinna úr afleiðingu hrunsins að lyfta launahlutfallinu. Við gerðum ekki ráð fyrir því að Seðlabankinn myndi styrkja krónuna á markaði 26% sem hann gerði. Og græna línan hérna næst í fletinum sýna þróun nafngengisins. Það er sem sagt að hækka nafngengið sem þýðir að það er að hækka krónum í hverjum dollar, evru eða pundi. Það hittir illa fyrir þau fyrirtæki sem hafa tekjur sínar í dollar, evru eða pundi. En ef að gengið hefði verið sæmilega fast og í samræmi með það sem var í ársbyrjun 2015, þá sjáum við hérna á myndinni, punktalínan, þá væri raungengi miðað við laun mun lægra en það var 2007. Þannig að ástæðan fyrir yfirkeyrslu gengisins er ekki launahækkanir sem haldið fram, heldur fyrst og fremst ákvörðun Seðlabankans að láta nafngengið þróast á markaði. Ég hef sagt það og segi það enn, það er mjög hættulegt fyrir okkar fólk að svona staða sé uppi, einfaldlega vegna þess að þetta getur komið í baki á okkar fólki síðan. Þetta er náttúrulega bara sömu myndirna, virkiði. Það sem ég ætla bara að draga saman, við erum að segja eiga þessa fundi hér í janúar og febrúar. Viðfangsefni hefur verið annars vegar að koma á framfæri óánægju okkar og gagnrýni okkar og kröfu okkar það að það verði horft víðar en bara til efnahagsmála í umfjölluninni stöðugleikann. Í gær lagði forsætisráðherra til að, og þið vitið að því Alþýðusambandið og BSRB hafa ekki viljað skipa fulltrúa í svokallað þjóðhagsráð. Þjóðhagsráð er formlegur samráðsvettvangur
stjórnvalda við aðra vinnumarkaðarins svona aðstæður í okkar samfélagi. Þar var ekki vilji til þess að hálfu fyrrverandi tveggja ríkisstjórna að fjalla velferðarmálin, að þau væru ekki að borði þjóðhagsráðs og með það neituðu við að skipa fulltrúa. Katrín Jakobsdóttir lagði það til í gær að fallast á upphaflegu tillögu ASÍ og BSRB að útvíkka hlutverk ráðsins þannig að það verði til umfjöllunar með jöfnum hætti bæði hinn félagslegi og efnahagslegi stöðugleiki. Skiptir þetta máli? Já, ég held að þetta skiptir máli fyrir okkur verkalýðshreyfinguna vegna þess að þá fáum við tækifæri til þess að halda á lofti hagsmuni launafólks þegar að fjalla stöðu efnahagsmála og hugsanlega þá aðgerðir í efnahagsmálum. Fjallum það ef það horft bara einblítt á afkomu ríkissjóðs en ekki horft til þess hvar afkoman og hvaðan hún kemur eins og í dag að 1/3 hluti af hagnaði ríkissjóðs verður til í hagnaði atvinnuleysistryggingasjóðs og atvinnuleysistryggingasjóðs launa. Þetta kalla ég þannig verið að leggja efnahagsbyrði á herðar þeirra sem bera allra minnstu bítum í þessu samfélagi. Það mikilvægt að koma þessu á framfæri að gera stjórnvöldum grein fyrir þessu, að þau minnst okkur sem standi frammi fyrir því að þetta sé þá pólitísk meðvituð ákvörðun en ekki bara að þetta sé gert án samtals, heldur að þetta sé þá upp á borði. En auðvitað síðan að endanum er þetta stóra spurningin, hvað ætla þá ríkisstjórnin að gera í því mikla ójafnvægi sem í dag ríkir gagnvart velferðinni á vinnumarkaðinum, gagnvart skattkerfinu, gagnvart þessum atriðum sem ég fór yfir áður og það held ég svolítið þau atriði sem við í hreyfingunum þurfum að halda áfram í samtali við stjórnvöld. Það kann síðan að tengjast á endurskoðun kjarasamninga sem við erum að hefja vinnu við og vorum að funda meðal annars í samninganefndinni í gær. Kem betur á því allir. En þetta svona staðan eins og hann í dag og við þurfum, og væntanlega verður það viðfangsefni miðstjórnar í næstu viku, að fjalla tillögur forsætisráðherra. Alþýðusambandshópurinn tilbúinn að skipa fulltrúa í þjóðhagsráð á grundvelli þess að það búið að breikka og útvíkka hlutverk ráðsins.